Hingað kominn Torben Friðriksson, fyrrverandi ríkisbókari. Torben, velkominn, þú ert gamall embættismaður. Skrifar grein í Mogganum daginn sem hefur vakið mikla athygli leiðir út úr þessum vanda sem húsnæðiseigendur eru í og þín tillega meðalins að breyta vísitölunum. Já. Þú kannski skýrir þetta út fyrir okkur. Kveikjan af þessu núna var enda nýleg skattlagning hjá ríkisstjórninni núna fyrir áramót þegar áfengisverð og bensínverð hækkað. Það hefur för með sér að vísitala neysluverðs hækkar og þar af leiðandi afborganir eftirstöðvar vexti af fasteignalánum. Þessi þróun hefur verið lengi, bara frá upptöku verðtryggingar miðað við vísitölu neysluverðs. Og til dæmis hækkaði vísitölun töluvert í fyrra vegna heimsmarkaðsverðs hækkana á kaffi, hveiti, hrísgrjón og olju. Og það er það kerfi sem eiginlega að kaffæra fasteignaeigendur núna. Það er að segja að eftirstöðvar þeirra fasteignalána að fara upp fyrir raungildi, raunverðmæti fasteignanna. Þetta hófst náttúrulega þannig í Kaliforníu í fyrra. Þessi svokallega undirmálslán sem leita nú til heimskreppu. Það er hvorki meira en meina en það. Og ég tel að það þurfi að breyta þennan grundvöll. Það þarf að fara burt frá vísitölu neysluverðs og til dæmis taka upp vísitölu fasteignaverðs. Ég hafði hugsað mér það þannig, kerfisbreytingin, ef hún yrði, að það kæmi vísitala fasteignaverðs miðað við 100 stig 1. mars í fyrra. Þá var fasteignaverðið nokkuð veginn í hámarki, niðursveiflan var að byrja, gengisþróunin var líka, krónan var byrjað að falla þá líka og síðan náttúrulega hefur margt gerst. Þannig að ef sú tala tekin upp, þá væri það fasteignaeigendum mjög til hagsbóta. Ef við gefum okkar að lán, það er að segja upphæð fasteignalána fari ekki upp fyrir 80%, så mun það ekki gerast eins og að gerast núna að verðmæti lána fara upp fyrir verðmæti fasteignanna. Það var fólki ofviða í mörgum tilvikum. En hægt að gera þetta? Ég hygg það sé alveg hægt. Ég efast meira að segja að það þurfi lagabreytingar til slík vegna þess að slík breyting gæti að vera valkvæð, það er að segja þér gefst kost á að breyta ef svo vilt það sjálfur. Og ég hygg að langflestir vilja það, að sjálfsögðu allavega eins og núna, kannski rétt aðeins að benda á að fasteignaverð hækkaði mjög mikið 2006 og 2007. Þannig að hafi slík vísitala verið gildi þá þurfti þú að borga meira allavega á þeim tíma þínum lánum heldur en þú gerir í dag. En eftirsom áður myndi hlutfall verðsfagnirna og verðslána ekki breytast. Það myndi hækka og lækka nokkuð veginn samstíða, en ekki eins og nú að lána verð eftirstöðu fara upp og verð fasteignar niður. Þannig ég held að það er ekki lagbreyting endilega til, heldur bara að framkvæma það. En sko, þetta myndi náttúrulega hafa áhrif á bankana og íbúðalánasjóð. Ekki lengur kannski á bankana vegna það sem aðeins segja hérna að á miðvikudagen var, það eins og við tala mjög í speklinum, þar kemur akkurat fram að vera að leggja lokahönd á flutning alla íbúðalána frá bönkum til íbúðalánasjóðs. Það tel ég mjög jákvætt vegna þess að alveg sama hvað aðgerða ríkisins eftir að grípa til, þá er þetta betra fyrir ríkið að þurfa bara að fást við íbúðalánasjóð heldur en að minnsta kosti við 3 stjórnir hjá 3 bönkum og kannski sparisjóðum líka. Bankar að vísu í ríkiseigu en stjórnir þeirra að vissu leyti sjálfstæði líka. Þannig það gæti orðið miklu auðveldara að breyta með þessar breytingar. En þú ert ekki hræddur að þetta einfaldlega kippi fótunum undan íbúðalánasjóði? Nei, ég gerði það eiginlega ekki vegna þess að fyrst og fremst náttúrulega mjög lítið ný útlán núna. Þannig að lífeyrissjóðir fyrir ekki íbúðalánasjóð þurfa á miklum penningum að halda kannski á næstunni til nýra lána. Markan einlega döður. Og því næst þá náttúrulega með lækandi fasteignaverði, ef við höldum okkur við 80% lánahlutfall, svo náttúrulega eins og ég hefur tekið fram á þau, þá þarf íbúðalánasjóður að borga minna til þess að uppfylla beiðni 80% lán, því læra sem viðkomandi íbúð og hún að læka sem það.
Lífeyrissjóðirnir, geta þeir komið að þessu einhvern veginn? Sko, það náttúrulega vandamál vegna þess að lífeyrissjóðir megi ekki við svona niðurfelling eða lækkun eigin fjár með sama hætti og ég held að íbúðalánasjóður gæti alveg staðið undir. Þar hef ég hugsað mér að slík vísitala gæti líka koma inn. Ef við gefum okkur aftur að hún tækir gildi 1. mars í fyrra og samþykkt með lögum núna á næstu misserum eða mánuðum, þá det lífeyrissjóðum gert að hafa eins konar samhliða kerfi hjá sér, það bara tölvukerfi, það mjög auðveld, og gera eins konar gagnagrunn samhliða lánunum sem í gildi, gera gagnagrunn með tilvísun til vísitölu fasteignaverðs, sem bara reikningsdæmi. Síðan segjum við það kæmast við núna á næsta mánaðamót að þú þurfir að borga 100.000 krónur af þínu fasteignaláni hjá lífeyrissjóði. Vísitala fasteignaverðs sýna að þú ætti bara að borga 95, það bara reikningsdæmi. Síðan borgar þú bara 95.000 til lífeyrissjóðsins. Íbúðalánasjóður fær ein af þín reikning 5.000 og þú fær kvittun fyrir 100.000. Það som vinst med þess fyrst og fremst að þú losnar úr þessum böndum som þú í nú með vísitölu neysluverðs og farið að vísitölu fasteignaverðs. Íbúðalánasjóður þarf ekki að eða fjö, som ikke tilregnet eller ríkið, til þess að leysa kannski 200 millioner med hvað það nú krónan fasteignalánin út úr lífeyrissjóðskerfinu til sín. Og í þriðja lagi så helst öll lánin bara óbreytt hjá lífeyrissjóðunum. Hann fær sína peninga, hann fær sína verðtringar með við vísitölu neysluverðs og vextir, samkvæmt gildandi reiknum svo framvegis. Þannig að gagnvart lífeyrissjóðum þetta engin breyting. Þú græðir við að fá betra samanburð við verðbreytingar. Íbúðalánasjóður þarf svo bara innan gæsalap að niðurgreiða til dæmis 5.000 krónur í þessu dæmi en ekki kaupa þín lán upp á kannski 5 milljónir hjá lífeyrissjóðunum. Já. Og þetta nú kannski betra en að fullt af fólki fara á hausinn og það verðist okkur þeir gjaldfall í kerfinu. Ég nú hrættur það. Ég held að það sé allt betra en það sko. Og það versta held ég sem getur gerst fyrir mönnum, það slæmt að missa atvinnu, það oft svona tímabundið, en að missa húsnæði held ég sé með því alversta som getur gerst. Og folk að gera það núna og þá eftir að vaksa ef menn gera ekki neitt í málunni sko. Það þýðir ekki að stenga hausins handin eins og strútur. Já. Þorben, ég þakka þér fyrir að koma í þáttinn. Takk.